Við ætlum að fara hérna yfir fyrsta kaflann í rafmagnsfræði 100. Það er uppbyggingu efnis og hér er sagt að öll efni séu gerð úr frumeindum og frumeindir eru byggðar eins og lítið sólkerfi úr nifteindum í kjarna, það er engin hleðsla, róteindir, það er í kjarna, það er jákvæð hleðsla og svo er rafeindir. Rafeindir eru með neikvæða hleðslu og þær eru á brautum umhverfis kjarnan. Nú, tala rafeinda og róteinda er jöfn. En massatala og stærðarhlutfall getur sagt að 99,9% massa í kjarnanum það er kjarnin, hann er 2 sinnum 10 í 8. tonn á rúmsentimetri, þannig að þetta er mjög þungt. Rafeindir og kjarnar eru bil jafn stórir og stærðir frumeindar er 6 sinnum 10 í 7. veldi sinnum stærð rafeindarinnar. Þá sjáum við hvað rafeindin er svakalega smá. Ok, næsta mál. Hérna, uppbygging efnisins. Þá sjáum við það að sjáanlegt efnið það skiptist í margar sameindir og við lítum á eina sameind efnis að þá erum við með rafeindir hérna sveimandi í kringum kjarnan og síðan er það ein frumeind, það skiptist í rafeind, róteind og nifteind. Róteindir og nifteindir eru í kjarnanum en rafeindirnar svífa hérna í kring. Og sameind þá er það þarna ákveði bland eða þær eru í ákveðinni keðju hérna mismunandi frumeindir sem að mynda eina sameind. Samkvæmt skilgreiningu er efni hvaðina sem að tekur rými og efni getur verið í föstu formi, fljótandi eða lofttegund. Og yfir 100 frumefni hafa fundist í náttúrunni og öll önnur efni eru samsett úr frumefnunum. Nú, rafeindakenningin. Hér eru talað gjöfular frumeindir. Það þýðir að þá eru rafeindir á ysta hvili lausbundnar. Það eru þá geta flakk milli þessara frumeinda. Og gjöfular frumeindir þær missa gjarnan rafeind og með því að missa rafeind þá verða þær að jákvætt hlöðnu jóni, svokölluðu. Og hins vegar svolítil gráðugar frumeindir, þær vantar oft eina rafeind til að fylla upp sitt bragðhvel og þá hrifsa þær til sín rafeindir. Og þá mynda þær neikvætt hlaðið jón því að það eru konar fleiri rafeindir heldur en róteindir í kjarna. Þá er heildina þá er frumeindir neikvætt hlaðin út á við. En frjálsar rafeindir, það er rafeind sem er losnað frá frumeind og til dæmis eins og í rafleiðurum að þá geta verið rafeindir sem eru á ferðinni. Og hérna ef við reynum að líta á þetta, nota þessar myndir sem er í bókinni, að þá eru þetta rafeindirnar sem eru svífandi hérna í umhverfis kjarnan og hérna eru þá róteindir sem eru í kjarnanum og nifteindir. Jákvætt hlaðið jón það verður eftir að rafeindin hefur yfirgefið frumeindina og færist yfir á neikvætt hlaðið jón hérna sem að verður þá neikvætt vegna þess að þá er komin ein auka rafeind hérna. Við sjáum það hérna eru komnar 7 rafeindir og það er bara 6 róteindir í kjarnanum. Hins vegar eru færri rafeindir hér, það eru bara 5 rafeindir, þannig að þess vegna er það jákvætt vegna það eru fleiri plúsar hérna. Það eru 6 róteindir í kjarnanum en bara 5 rafeindir orðnar eftir sem að svífa í kringum kjarnan.
Og síðan hérna rafhleðslu. Við getum fengið fram rafhleðslu á nokkru vegu ef að tveimur efnum núið saman og þá annað gjöfult og hitt gráðugt til þess að það geti farið fram og þá fara rafeindir frá því gjöfula til efnisins sem gráðugt og bæði efnin fá rafhleðslu, annað efni fær neikvæða hleðslu, hitt fær jákvæða hleðslu. Jákvæða hleðslu, það efni sem að missi frá sér rafeindir nokkulega neikvæða hleðslu efni sem að tekur til rafeindir við þetta að nutta saman efnum. En þetta gerist helst í efnum sem að leiða ekki rafstraum, þess að alls konar einangrun og slíkur. Rafhleðsla skilgreind hérna Q, að þess að 1 kúlóm 1 ampere sekúnda skilgreind hér. Og hér talað ákveðnar stærðir hérna, hleðsla rafeindar hérna, þetta ekki tölur sem við þurfum að muna neitt, heldur bara listum þetta hérna upp. Hún hefur neikvæða hleðslu sem 1,6 sinnum 10⁻19 veldi kúlóm og hleðsla róteindar þá 1,6 sinnum 10⁻19 veldi kúlóm líka, en hún hefur jákvæða hleðslu. Hleðsla nifteindar sem sagt 0 hérna. Nú, hér bara dæmi á mynd 1 sýnt hvernig frumeind sem að hefur eina rafeind á ysta hveli hefur tilhneigingu til þess að missa hana yfir til frumeindar sem að hefur margar rafeindir á ysta hveli. Og við það verður natríumfrumeindin jákvætt hlaðin, en klórfrumeindin hún verður neikvætt hlaðin, hérna hægra megin. Og þá sjáum við það að rafeindin hún færist hérna yfir á klórfrumeindina. Og við það verður hún neikvætt hlaðin vegna þess að það eru fleiri rafeindir hérna megin. Ok, en rafhleðsla, hlutir sem að með sem sagt ósamkynja hleðslur, þeir hlutir dragast hver að öðrum. En þessar hlutir með samkynja hleðslur hrinda hver öðrum frá sér. Þannig að mínus og pluss dragast hver öðrum, en mínus og mínus hrinda hver öðrum frá sér, og líka ef að pluss og pluss þeir hrinda hver öðrum frá sér. Og þannig að niðurstaða tilrauna svo að hlutirnir sem með ósamkynja hleðslur dragast hver öðrum, en hlutir með samkynja hleðslur hrinda hverjum öðrum frá sér. Og rafspenna, ef tveir hlutir hafa mismunandi rafhleðslu, þá rafspenna á milli þeirra. Þetta skilgreining á rafspennu. Þeir hafa mismunandi rafhleðslu. Til dæmis eins og rafhlaða, hún hefur mismunandi rafhleðslu á jákvæðaskauti og ansvegar á mínusskautinu hins vegar. Á mínusskauti hefur miklu fleiri rafeindir heldur en á jákvæðaskautinu. En það ekki þar með sagt að annar hluturinn þurfi að hafa jákvæða hleðslu og hinn neikvæða. Það getur verið að við bara mismunandi jákvæða hleðslu til dæmis. En spenna myndast ef mismunur af neikvæðum hleðslum eða jákvæðum hleðslum fyrir hendi. Ef við kannski með 5 volt öðrum megin og 10 volt hinum megin, þá mismunandi hleðsla og þá spenna frá milli sem mismunurinn sem 5 volt. Við tökum dæmi. Og spenna U mælist í voltum. 5 orsakir spennumyndunar vegna áhrifa ljós, og þá getum við séð dæmi það. Til dæmis við getum fengið fram spennu frá með því að vera með sólarsælur, og síðan erum við hérna með
fleira. Við erum með hérna vegna núnings, það er 2 mismunandi efni notað saman. Vegna varmavirkni, 2 ólíkir málmar eru settir saman. Termoelement það kallað. Og dæmi það til dæmis hitamæling, það er notað við það. Og verður til rafspenna milli heitutengingarnar og köldutengingarnar á hita rafvaka svokölluðum sem er kallað thermokoppul í mælitækni. Í þriðja lagi þá er sem sagt áhrif ljós, sólarrafhlöður eða sólarsellur eins og myndin var þarna áðan, eða vegna efnabreytinga sem sagt í rafhlöðum og í rafgeymum eins og í rafgeyminum í bílnum hjá okkur. Það eru efnabreytingar á ferðinni. Vegna segulsviðsverkana eins og í rafölum. Þá erum við að hreyfa sem sagt rafsvið framhjá leiðara og það myndast spenna. Rafspenna. En dæmi sem sagt spennugjafa, það er sem sagt rafhlöður, blýjarafgeymir og síðan rafalar hérna eitt til hægri. Og síðan kynnum við sem sagt rafstrauminn. Það kallast þegar að margar frjálsar rafeindir streyma í sömu stefnu, til dæmis eftir leiðara. Straumurinn er mældur í amperum og þetta er formúlutáknið í þetta er sem sagt kúlomb á tíma sem að straumur er skilgreind. Og þá er hérna næst að jarðstraumur, hann streymir alltaf í sömu stefnu eftir straumrás og hann er merktur direct current eða DC, en riðstraumur hann breytir sífellt stefnu og styrkleika í samræmi við breytileika riðspennunar sem við getum oft séð fyrir okkur sem sinusbylgju og það er merkt með AC eða alternating current. Þið þekkið líka nafni á hljómsveitinni sem heitir AC/DC, er það ekki? Og hún dregur nafni sitt örugglega af þessu, ég er alveg viss um það.